Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum áfram dagskrá Rauða borðsins og í þetta skiptið höldum við áfram með lið sem að hófst hér í síðustu viku hjá okkur. Við köllum hann óþekkta þingmanninn. Það þýðir ekki að hinir nýju þingmenn sem við erum að tala við núna þessari vikurnar séu óþekktir með öllu í huga Íslendinga en sem sagt óþekktir að mestu leyti sem þingmenn. Við erum ekki endilega að velta því fyrir okkur fyrir hvað standi pólitískt, hver þeirra helstu verkefni verði í stjórnmálunum. Við erum meira að hugsa þetta sem svo að leiða til leiks hér við rauðaborðið þessa nýju þingmenn og kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum persónulega hliðar að reyna að komast aðeins undir skinnið ef svo má segja. Og í þessari viku góður gestur Ragnar Þór Ingólfsson. Vertu velkomin Ragnar Þór. Takk fyrir það. Þú ert náttúrulega allþekktur Íslendingur eftir störðin hjá verkalýðshreyfingunni, svona engum. En það var kannski skeið í lífið þínu sem ekkert mjög margir vissu hver þú varst. Þá varstu verslunamaður og en áður en við komum að því og árunum áður en svona þú verður opinber fígúra þá langar mig bara að fara að byrjunni, að upphafinu. Þú ert Breiðhyltingur, ekki satt? Jú, ég örugglega bara með svona meiri Breiðhyltingum ef maður horfir á það þannig að því að ég fæðist 1973, 17. maí. Já. Sama dag og íþróttafélagið, knattspyrnufélagið Leiknir stofnað. Já. Og ég alltaf litið þannig á að það hafi verið gert sko í mínu til að fagna fæðingu minni en það var vist ekki sko þegar ég komst að því, spilaði reynda með Leikni yngri flokkunum í fótbolta. Já. En sem sagt þegar ég fæðist þá eru foreldrar mínir nýbúnir að kaupa á Írabakka 22 í Neðra Breiðholti og við búum þar til líklegast svona 77, ætli það ekki 77 upp á því. Það svona fjara verða 5 ára gamall, 4 ára held ég, já. Og þá flyttum við upp í Efra Breiðholt í Austurberg, mitt á milli Hóla og Fellahverfis. Já. Og var þar eiginlega bara alla tíð síðan svona þangað til að ég eignaðist unnustu og byrjaði að búa og eignast börn og þá fór maður eitthvað að flakka. Fór aldrei langt samt sko. Nei. Ég býr til dæmis núna í Árbæ og hef útsýni. Já. Breiðholtið útsýnið og gæti ekki hugsað með betra útsýni en yndislegt að alast þarna upp. Þú ert jafn langt frá því að vera svona 101 latti-lepjandi miðbæjarotta eins og hægt að komast. Já, ef þú orðað þannig að þá held ég að það sé alveg ágætið skilgreining sko. Ég langt fram eftir aldrei eða sérst alveg fram til þess að ég stofnaði fjölskyldu þá ætlaði ég alltaf að búa í Breiðholtinu alla ævi og þetta var svo skemmtileg hverfi bara held ég eins og Selahverfið og Árbærin var og þú veist það er allt rosalega þétt, það er allt þjónustandi staðar maður þurfti ekkert að fara neitt nema bara í einhverjar ævintýraferðir niður í Indjánagil eins og við kölluðum 11 árdalinn í gamla daga og ég er alltaf gaman að því að segja krökkunum mínu frá því að þegar við keyrum fram hjá Breiðholtinu og þessu skógivöxnu hlíðum Breiðholts að ég hafa nú verið í úlingavinnu og gróðursett þetta í úlingavinnu sinni tíma. Þau eru búin að heyra þess að sögu 1000 sinnum og byrja að hlæja af henni aftur. En sko, Breiðholtið náttúrulega alls konar í umræðinni, stundum rætt það sem bara gettó og en þú ber hlýjar tilfinningar til þinna bernsku og uppvaxtar slóða og fannst gott að vera þarna. Já, ég hugsa sko til Breiðholtsins með óbærslegri hlýju. Það var gott að alast þarna upp. Þetta var nýtt hverfi
og mikið af barnafjölskyldum og það sem að þetta gerist og á þessum tíma að fólk flytur eitthvert og býr einhver staðar og þarf ekki að rífa sig upp út af því að það missir húsnæði út af því að leigusalinn hækkaði á mikið eða seldi ofan að þeir eða eitthvað slíkt, það kannski komið bara upp önnu vandamál, en það var auðvitað fullt af vandamálum í Breiðholtinu og svona margt sem að ég held að við höfum lært af með jákvæðum hætti varandi til dæmis félagslega blöndun og ýmislegt annað. Á þessum tíma voru fél og blokkir til dæmis, það var svona öllu komið fyrir á sama stað. Í dag erfitt að sjá í sjálfu sér hvort að það sé félagslega íbúð í blokk til dæmis nema þú sért með húsjóðinn, þú veist það er búið að breyta svolítið, þú veist það er ekki alveg þessi sama ásýnd. Nei. En þarna voru svona ákveðin staðbundi vandamál, svona ef maður hugsa svona eftir á hyggja, ef maður lítur tilbaka öll þessi ár. Nefndu þau aðeins? Já, það var bara börn og krakkar sem maður lék sig við sem að voru í mjög erfiðri félagslegri stöðu, mikil óregla eða ofbeldi á heimilinu og mér er það alltaf minnistætt þegar á að verða að kalla inn í mat eins og maður sagði, þú veist, það var ekki símar auðvitað og þá stóð mamma út á svölum og matur, gólaði á mann alveg og það heyrðist allavega 3-4 blokkir 3-4 blokkar radíus og maður hljóp inn, það voru ekkert alltaf allir sem fór inn í kvöldmat var kannski ekkert fólk inn í húsinu eða bara ekki í boði, þú veist, það bara var ekki kvöldmatur og svo kannski höfðu krakkar sumu hverjir ekkert endilega mikla löngun á því að fara mikið heim. Þannig að stundum komu krakkar heim með mér en maður sá alveg sem voru mjög ábyrrandi sérstaklega ef maður lítur tilbaka þessi félagslegu vandamál. En að sama skapi var myndi ég segja svo mikið samheldni og samhugur. Það voru, þú veist, það þekktust allir í blokkinni og þú veist, það var tiltekta dagar og það var, þú veist, bála grindverki eða smíða grindverk eða heyrða lóðina. Fólk að gera hlutina saman. Já, það þekktust allir og það var góður svona samgöngur og svona mikil svona samkennd. Þú veist, eitthvað sem maður finnur ekki eins mikið í dag að þetta var svona opnara. Og alast þarna sem barn og mynda þessi sterku tengsl sem ég myndaði og ég veit að margir aðrir þekkja sem að hafa alist upp í Breiðholtinu og örugglega í öðrum hverfum að vinahópurinn sem að ég eignaðist þetta eru ætlum sem ekki 16 strákar sem að ólust upp saman og vorum kannski eitthvað smá klíka en við erum allir bestu vinir í dag og hittumst reglulega og höldum enn hópinn og líklegast og eðlumálsins samkvæmt myndum við örugglega ekkert endilega ná saman ef við varum að hittast í dag og hefðum einhvern bakgrunn en það er svo gríðarlega eitthvað með verðmæti mikil fjársjóður að eiga svona löng og traust og góð vinasambönd mann er ekkert að vill á sér heimildir það veit allir hver þú ert og hvað þú ert. Það er ekkert að ljúga í þessa gæja þeir vita alltaf hverjir við erum vita nákvæmlega upp á hár í hvaða hólum að steg eða þvíumlíkt þannig að það eru ég líta á það sem svona eitt mesta fjársjóðin sem ég get tekið frá því að alast upp í hverfi og búa þar alla tíð og mynda þessi sterku tengsl en vitandi það líka að eins og staðan er í dag til dæmis er eitthvað sem að við ættum að vera mjög hugsi yfir ekki endilega út á þessari miklu blöndun af fólki erlendum upprunnin inn í hverfin heldur þessa óbæslegu veldu og flakk að fólk get ekki
bóðu börninu sínum upp á örugga langtíma búsetu og tengjast þannig svona meiri rótum og félagslegum böndum eitthvað sem að held ég að við munum þurfa að takast á við sem mjög alvarlegar afleiðingar til lengri tíma. Já. Inn í hvernig fjölskyldu fæðistu, hvað gerði pabbiðinn? Pabbi hann keyrði fyrir Ölgerðina. Já. Og þegar ég alast upp og var á utanbæjabílnum, þá fóru þeir á Akranes og Hvalfjörðinn. Utanbæjarbílnum? Það voru kallað utanbæjabílar. Það fallegt. Og sama þarna, það var svona einhver rómas yfir því, þú varst annarkvort Ölgerðarkall eða Kókari eða Sanitas. Það voru svona, þú veist, menn bara unnu þarna og þetta var svona bara, stemningi var bara, þú veist, ég þarna, þetta bara liðið mitt og ég verð þarna fyrir lífstíð. Afi vann þarna sko mest alla sína tíð og svo pabbi og bara svona bara eitthvað með reiknaði með því að fara síðan að taka meira próf að fara að keyra út fyrir Ölgerðina. En fekk ofta að fara með sko sérstaklega í þegar voru skólafrí eða á sumrin, að þá fekk maður að fljóta með sérstaklega eftir að stóru bílarnir komu og þá voru þeir með kojur aftur í og þannig að það var pláss fyrir einn lítinn til þess að svona, já, leggja sig. Þeir fóru svo snemma að staða kannski 5:30 á mótnana. Og þú með? Já, svo bara beint upp í koju og leggja mig þá til ég vaknaði fyrstu sjoppu annarkvort í Hvalfirðinum eða annar staðar. Þetta var svona rútína sko. Appelsín? Appelsín og svo keyrðu þeir út líka fyrir lakrískerina Drift í Hafnarfirði sem að Ingólfur og ekki Auðbjörg sem áttu það og alltaf þegar maður koma og þeir voru að fylla á bílinn sko að þá kom alltaf kallinn og náði í mann og gaf manni svona endaskortna lakrísa í poka sem að maður deildum, maður var náttúrulega kóngurinn í hverfinu sko með lakrís og gos. Það var alveg sko, það voru fáir, þetta þótti bara að vera mikið svona maður var smá kóngur og limmiðarnir líka manni eftir, það voru alltaf þegar við stoppum í sjoppunum út á landi að þá fekk maður það hlutverk að gefa limmiða og þetta voru krakkarnir alveg æstir í sko. Trúið því, þetta er ævintýralíf en auðvitað ekki líka sko var ekki til sterkt band á milli þín og pappa eins að vera svona tveir með gæðatíma saman? Jú, ég myndi segja að svona samband mitt og pappa hafi verið og í sjálfu sér ákaflega náið bara svona meira bræðraband heldur en kannski svona foreldra. Býr lengi að fyrstu gerð? Já, bara þó hann hafi nú ekki verið mikið. Mamma sá nú uppeldið Var hún heimavinnandi? Nei, hún vann sem sjúkraliði á Barnaspítala Hringsins. Þannig að það allir út í vinnandi. En hún var ekki í 100% starfi, þannig að hún sá svona heimilið að pappi var oft sko langi dagar, kom heim á kvöldin og fór eldsnemma. Þannig að hún svona sá svolítið heimilið. Síðan voru það náttúrulega bara þess hefðbundnu helgar. Sunnudasteikin og þetta svona þessi föstu liðir og svo líka bara fjölskyldan sem það að segja sérstaklega í móðurætt að hún var mjög duglega að hittast og það var spilað og svona mikið svona samvera, svona stórfjölskyldan þannig að ég myndi segja að ég hafi átt algjört forréttinda uppeldi hvað þetta allt saman varðar. Já, og fullu þakklætis þegar þú hugsar aftur. Já, þetta var bara eins og segið, þetta var svona miða við margt bæði á þessum tíma og margt í hverfinu og bara held ég að ég geti verið afar þakklátur og myndi til að sjálf mig vera heppinn bæði með foreldra og þeirra samband við okkur krakkana stórfjölskylduna og bara svona þetta er ekkert 100% fullkomið eins og bara gengur og gerist en ef maður tekur þetta svona saman að þá held ég að ég hafi verið einn af þeim virkilega ljónheppnu þegar það kemur að þessu. Hvernig námsmaður varstu? Arfaslagur, já. Ég held sko að það hafi átt sér ákveðnar skýringar sem eru oft greindar í dag
og greinda með öðrum hætti. Það er röskun eða helginni? Já, eitthvað svoleiðis. Og ég held að það blasa alveg við. Ég var feikilega góður í því sem að ég hafði áhuga á. En átti mjög erfitt með allt sem að náði ekki inn. Við erum að tala um ADHD. Já, mögulega eitthvað annað líka en eins og ég segi að ég komst alveg í gegnum þetta en ég var óbáslega ofvirkur sem barn og að heyrði til vandræða í skóla bara að sko ekki kannski ykkur illkvittni eða ykkur slíku, bara ég gat ekki verið kjur. Ég þurfti stöðutökum að kalla á athygli. Í hvaða fögum leið verst? Hvað var svona? Ég held að hafa nú verið svona þessi bóklegu fög. Danska sérstaklega og íslenska. Það náttúrulega eðlilegt að mann líði illa í dönsku stundum. Og svona, og bara allt sem að kannski, þú veist, það gæti verið gaman í ensku, sko, en síðan þú varst að lesa eða læra eitthvað sem að þú hafðir ekki áhuga á eða gera eitthvað sem þú hafðir ekki áhuga á. Það bara fór illa, en starffræðin til dæmis átti eitthvað megin við alltaf átt mjög auðvelt með og raungreinar. Og talnaglöggur í dag, býr vel að því? Já, mjög auðvelt með tölur, já verra með nöfn. Þannig að það er bara eitthvað sem að ég get ekki útskýrt það er bara þannig. Einmitt. Og sem sagt að því að sumir þingmenn og þínum aldrei nýr þingmenn, þeir hafa fengið allt öðruvísi bakgrunn, þeir voru frábæri námsmenn og þeir voru í stjórnmálafélögum og allt einhvern veginn teppalagt fyrir þá. Það er ekki alveg þín saga. Fórstu í menntaskóla? Já, ég fór sérstætt eftir grunnskóla, ég náði nú grunnskólanum, fjall í dönsku. Sem að kom held í engum óvart en fór síðan í Fjölbraut í Breiðholti sem var ævintýralega skemmtilegu tími og þá eiginlega bara eins og í grunnskólanum, ég var í nemendaráði þar og fór í nemendaráði í Fjölbraut í Breiðholti Það lætur snemma að þér kveða félagslega? Já, mjög félagslega sterkur og mjög svona félagslega virkur og það má eiginlega segja bara félagsvirknin hafi bara raunin tekið yfir allri skynsemi og öllu námi þannig að það varð úr að ég hékk þarna í einhver ár náttúrulega var í bæði nemendaráði Fjölbraut í Breiðholti og náttúrulega í skemmtinefnd sem að var náttúrulega formaður skemmtinefndar þetta var kannski fyrsti vísir að einhverju pólitík og kannski auðvitað sem fólk kannski, hvernig fólk sér mig í dag að þá var ég svona einhvern megin ég veit það ekki, hvernig maður orða það djókarinn í öllum hópum og sem að gæti aldrei setja kjör og þurfti alltaf að vera með einhverja stæl og brandara sko. Já, ég var alveg kynst í að þú getur verið mjög fyndin en þá. Æ, takk fyrir það. og er auðvitað, þú veist, allt öðruvísi heima hjá mér heldur ég kannski svona út á við og það kannski, þegar þú ferð í starf eins og í verkalýðshreyfingunni sem er almennt séð alvarlegt eða þau mál sem þú ert að svara fyrir eða tala og örugglega líka eins og með þingið er svona mjög svona tókstreitum miðað, þú ert að takast á við einhvern eða svara fyrir eitthvað eða gagnrýna eitthvað þannig að það kannski svona, þetta er kannski ekki beinlega starfi sem að svona lýsir kannski þínum raunverulega innri manni svona út af við og tala nú ekki þegar kemur að greinaskrifum en sko talandi uppeldi, það er annað sem að móður mín heitinn, Dagný hún vann eins og sagði ráðan á Barnaspítala Hringsins og á mjög og vann þar í svolítið alla sína tíð og og mér er svo minnistætt sem er kannski svolítið líka tíðarandinn sem að var þá að á þessum tíma þá var mikið af langveikum börnum að koma utan á landi á spítalan í meðferð það gæti verið í blóðskimun eða eitthvað slíkt eða út á mörgu öðru fá þjónustu sem að einhverju var veitt á Barnaspítalanum og
á þeim tíma þá ekki þetta sko utanumhald eða íbúðir eða aðgangur að kannski svona þessum stuðningsfélögum sem eru rekin fyrir fólk sem með langveik börn og það var oft þannig að þessi börn voru heima í pössun heima hjá þér? Já, þú veist, ég held þetta væri bara mjög eðlilegt. Ég bara þekkti ekkert annað þetta bara sem barn að foreldrarnir komu kannski og eina fólki sem að þau kannski þekktu í bænum voru starfsfólk spítalans og svona með tengdust þeim auðvitað mismikið og börninu auðvitað líka og það sérstaklega börnin það sem að var okkur traust á milli þannig eru sjúkraliðar eins og mamma að eiga við sko börnin kannski á sínu versta stað í einhverjum meðferðum og láta sprauta sig og slíkt. Já. Þannig að þetta var bara mjög algengt bara á mínu heimili að það var mjög oft sem að voru krakkar kannski dalátt bara í pössun með að foreldrar þurfti að gera eitthvað annað en þetta var eina tengingin og mér þetta mjög minnistætt. Ja, eðlilega, þetta samhygð í verki og þannig er svona mikill félagsauður í þessu umhverfi sem hún lýsir. Þannig að þú áttir suma daga bara ansi mörg auka systkini. Já, má ég segja það. Já. Og einhver af þeim eru eflaust fallin frá í dag en önnur ekki og ég man eftir mörgum nöfnum og þetta mjög sterkt í minningunni allavega. Já, en eins og segja, þetta lýsir svolítið tíðarandanum, þessari samkennd og þú veist, þetta var, ég man sko, þú veist, það var aldrei talað þetta nema neitt annað sjálfsagt mál. Þetta var ekki byrði? Nei, alls ekki. Þetta var bara, þú veist... Það var bara það sem að fólk gerði? Þetta er bara það sem fólk gerði, einmitt. Og svona eiginlega bara sama hvað. Og það er svona þetta sem að mér finnst við að hafa týnt aðeins. Já. En náður að klára menntaskólann, Ragnar? Nei. Droppaður út úr honum? Droppaður út úr honum. Og hvert lá leiðin svo? Þetta má eiginlega segja sko að þegar ég í framhaldsskóla þá kynnist ég bara svona í gegnum músíkina, ég var mikið í músík sem barn. Já, við vorum ekki búin að ræða það. Á hvaða hljóðfæri spilar þau? Ég spila ég nú spilandi á nokkur hljóðfæri. Trommurnar hafa svona verið aðalsbrautan sko. En til hljómsveit ef á þarf að halda? Gæti verið það sko, gæti verið littakur og margt eins og maður sagði en trommurnar eru jú svona mitt og hafa alltaf verið í gegnum tíðina mitt aðal hljóðfæri og bara svona alveg bara frá grunnskóla þú veist þetta var maður byrjaði þetta bara á pottunum og pönnunum og Barbie-skápnum hennar Dísu systir sem að hljómaði mjög vel ef maður barði fast á hann en hann endist ekki mjög lengi og sambandið okkar systkina var aldrei samt á eftir Jú, það er reyndar mjög gott en síðan Manstu eftir laginu I was made for loving you, baby Manstu sko ætli flestir á okkar aldrei kannast ekki við að hafa tekið einhverja potta eða eitthvað og hamast svakalega á þetta ég varð að nefna þetta því að ég sneri eldhúsinu alltaf við heima í sveitinni þegar þetta lag var vinsælt. Var þetta ekki Kiss? Jú, þetta var Kiss. Passar. Fyrirgeðu. Nei, bara ég þykist nú vita það að þú sért nú músikant sjálfur og þekkir þessa ástríðu og þetta er kannski það sem að kannski kemur að því að ég hafði ekki þessa ástríðu fyrir skólanum. Nei. Og átti bara mjög erfitt með að slíta mig frá einhverju sem ég hafði ástríði fyrir sem var félagslífið, sem var músíkin og sem átti svona hugminn allan en ég átti einhvern veginn mjög erfitt með skólan og kannski skildi það ekki kannski fyrir mörgum árum seinna þegar ég þurfti að fara með barni í gegnum greiningaferli að þá sá ég svolítið sjálfa mig í því sem að ég var að fara í gegnum þar sem er kannski önnur saga en þá skildir þú kannski sjálfa þig betur og fyrirgaf sjálfa þig betur mögulega eitthvað sem að hafði verið að trufla þig en þetta hefur samt aldrei truflað mig þú veist, ég hef einhvern veginn aldrei og verið frjálsundan þessu já, það hefur aldrei nagað mig þú veist, það verið ekki með sko formlega menntun eða háskólapróf eða eitthvað slíkt
Í heimi hinna mentu, þar sem að hvert einasta kvikindi með einhverja gráðu þá. Það sem að tækifæri liggja og svona. Jú. Það var endi gegnum þetta sem okkur vantaði bassarleikara og þá kynnist ég góðu vinur minn Daniel Brandi sem að var á landi og nýbyrjar í Fjölbraut í Breiðholti og í einhverju spjalli bara kom upp úr krafsinu að hann spilaði á bassa og þeir sem hafa verið eitthvað í músík að það var alltaf erfiðast að finna bassarleikara virðist ekki vera svona fyrsta val hjá fólki sem að byrja þetta svona oft á tíðum eitthvað sem að menn bara setja upp með og hann þetta ljómandi góðu bassarleikari og þá var hann sem sagt að vinna hjá sem sagt eða tengt fjölskylduna í Erninum niður á Spítalastíg niður á Óðarstorgi og hann redda mér alls ekki kringu 1991 eða 2 redda mér sumavinnu í Erninum. Já, og þar heldur betur teningunum kastað þá. Já, við byrjum bara ég kem hérna bara í einhverja pröfu og byrja bara að bera eitthvað pappa út í bíl og enda síðan bara á vegstæðinu með Daniel Brandi og við erum þar bara öllum stundum frá morgni og langt fram eftir nóttu 8 tíðum yfir sumatíman. Þannig að byrja svona sem sumavinna og síðan smá saman þá fer ég að færa mig meir upp í búð aðstoð þar og selja reiðhjól og öllu því tengdu og síðan og þá kannski held ég hafi fundið svolítið mína fjöl í því sem að ég hafði áhuga að starfa við það var bara bæði sölumennska og síðan innkaupin og allt sem tengdist þessum svona verslunarrekstri heillaði mig alveg gríðarlega mikið einhvern megin og ertu sjálfur orðin útvistar áhuga maður og hefur gaman að hjóla og allt þetta? Ekki þarna. Nei, bara alls ekki bara þvert á móti en það gerir seinna það eiginlega bara svona kemur sko þegar þú ert að vinna mikið í kringum fólk sem að hefur áhuga hreyfingu að þá smitast þetta smá saman þetta var ekki meðferð ég spilaði eins og sagði áðan yngri flokkana með leikni í fótboltanum ég minni mig rétt upp í 4. flokk eitthvað svoleiðis og við félagarnir úr Breiðholtinu voru síðan með utandeildarfélag í utandeildinni Ótti FC Ótti Hvaða stöðu spilaðir í fótboltanum? Ég var bara kant bakvörður Vinstri eða hægri? Það var bara annað hvort Ertu jafnvíu með vinstri í fæti og hægri? Í fyrirgjöfunum? Nokkuð veginn, Já, þetta er nú bara það merkilegsta sem þú hefur sagt mér Ég get til dæmis spilað á trommur bæði hægri og vinstri Nei Og ég borða ímist þegar ég er að borða mat þá er ég ímist með hnífinn hægra eða vinstra megin Nei, hættu nú Ég veit ekki á hverju þetta er Þetta er stórmerkilegt Ég stundum borða ég með hnífinn vinstra megin og gaffalinn hægra megin og stundum öfugt það bara fyrir eftir bara stundum hvernig ég tek það upp og svo finnst mér gott að skipta líka En þeir eru ekki margir sem eru svona Ég bara þekki það ekki sko en það er eitthvað það er eitthvað á milli sem ég veit það getur líka vel verið að sé bara eitthvað svona samhæfingarmál sem hefur komið bara með trommuleik kannski mögulega eða kannski bara þetta er sjálfsagt einhver hvað kallar þetta, eitthvað heilkenni sem að ég hef ekki heyrt En sko, ólíkt sumum heilkennum og röskunum þá sér maður enga galla við þetta heilkenni, þetta er heila bara Nei, það er þegar ég og kona mér vorum að kynnast að þá tók hún eftir þessu svona, þú veist, ég var stundum að skipta það er en það er svo sem ekkert, ég held að það hafi ekki haft neina áhrif á okkar samband Nei, en fyrir ekki að ég setti þið svolítið út af lægin þú varst að lýsa þessum tíma þarna þegar þú ert í fótboltanum þú ert byrjaður í búðinni og þú varst að fara að segja mér eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað var Nei, ég er búin að gleyma þið líka en þetta það var kannski bara það að þú veist að þegar við byrjum síðan að gefa til dæmis hjólasportinu meiri gaum sem svona keppnisíþrótt og inn í það kom þríþrautin til dæmis að þá fekk ég að stofna svona lið í kringum búðina sem að var
og við vorum líka að selja líkamsræktartæki sem að ég sá að selja inn á líkamsræktarstöðarnar og svoleiðis, þannig að maður var mjög mikið í öllu sem að tengdist svona einhverju íþróttatengt. Sjúkraþjálfanirnar voru að kaupa okkur tæki, endurhæfingin eins og Reykjalundur, og hann að maður svona einhvern megin, það var eiginlega óumflýjanlegt að maður færi eitthvað aðeins að sprikla með þessu, eitthvað svona meira heldur en bara fótboltum helgar eða eitthvað bumbubolti. Þannig að ég byrjaði á því að svona fyrsta svona langi hjólatúri sem ég tók, að þá sem sagt kom til mér maður sem að síðan rak ferðaskrifstofu. Hann spurði hvernig hjólan ætti að kaupa sér, að því hann ætlaði að hjóla kúpu. Já. Bara fara með hjól og hjóla bara kúpu. Mér fannst þetta bara eitthvað svo absúrt að fara bara á reiðhjóli og hjóla kúpu. Mér fannst þetta bara eitthvað með eiginlega bara stórfurðulegt og þá sýnda mér bara bækur sem hann hafi keypt, Lonely Planet, menn voru ekki að finna neitt á netinu þessu tíma. Og þar voru bara allar upplýsingar allt, hvert einasta þorp, og við talaði við Gustafo og hann með frábært útsinni, býr við ströndina og góða matur, og við gisteima við honum, og þannig að þetta var mjög svona ítarleg svona ferðabók, handbók fyrir hjólreiðafólk. Já. Það var síðan úr að ég plataði nokkra vini mína til þess að gera það sama. Ég held að það var árið að 2 seinna. Og við skelltum okkur bara til Kúbu og hjóluðum Kúbu. Já. Og vorum með bókina góðu. Já. Og svo bara flettum við upp. Stundum vorum við að staði sem voru reyndar ekki í bókinni, og þá þurftum við bara eitthvað meira að leita sér að gistingu. Og út frá því sem sagt, hann heiti Viktor sem hjólaði Kúbu, og hann lenti í vandræðum með hjólið sitt einhvers staðar þarna úti, og náði samband við mig heim. Ég var búin að gefa honum síman heima. Og ég var svona lóðsann hvernig hann ætti að gera við hjólið sem hafði bilað. Og enn sem segi, þetta heillaði mig mjög mikið, og síðan stofnaði hann ferðaskrifstofu, og ég tók túra fyrir hann sem sagt Suðaustur Asíu, sem var bara skipulagður af ferðaskrifstofunni, og var svona að gæta og hjálpa á hjóluðum Suður Laos, Tæland, Kambodíu. Það var efnið endorfín, þú ert þarna farin að elda það alveg aktíft. Já, en svona bara ekki upp á neina afreiksmarki. Þú getur gert allan fjandann á þínu hraða. Þú getur alveg tekið Fossavogsgönguna, þetta bara, ef þú ætlar að taka hana á einhverjum með tíma, ef þú ætlar að hlaupa hálmarathón eða marathón á undir 3, þá náttúrulega þarf það að leggja gríðarlega mikið á þig. En ef þú tekur þig 5-6 klukkutíma í það, þá klárar þetta fyrir rest. Og það er svona svolítið þannig. Ég er búin alveg taka eins og vattarúndin í Svíþjóð, það eru 300 kilometrar í einni beit á hjóli, og það var ævintýrlega gaman. Íþróttamennskan er þeir í blóðbúrin, veit ég, og þú ert með skíði og allan fjandann og hörkuduglegur, og ert í þessu með konunni þinni Guðbjörgu. Þú sagði mér í gríni rétt árum við settust niður að þú átt 2 konur æfina og báðar heita Guðbjörg. Já. Það var það tilviljun eða? Já, það var hrein tilviljun. Það er en þetta þetta sumera svolítið upp lífið, ég fæddist í neðra, fluttist í efra. Já. Ég átt 2 konur og þetta báða Guðbjörg. Það kemst fyrir á legsteininum. Já. Við sem höfum átt fleiri en eina konu sem hafa heitið ólíkum nöfnum, við könnust við það að kannski á einhverjum tímapunkti þeir voru nýbyrjaðir með þessi konu 2 eða eitthvað, þá köllum við hann að nafni konu 1. Það er ekki gott, það getur orðið mjög mikið rifrildi, en þú komst í veg fyrir þetta. Já, þetta var allt mjög hendugt svona á þess að það hafi ekki verið sérstaklega planað. Maður þurfti ekki að breyta dyrabjöllunni, það er að skreita með gömlu jólakortunum og Ég veit að þið eru samrýnd í dag og þú átt mörg börn, þú átt 5 börn. Förum hratt yfir sögu því að tíminn líður svo hratt, þeir eru svona skemmtilegt.
hvenar, þú ert sem sagt nokkuð lengi þarna í þessari búð, ekki satt, og í þessum verslunar geira, hver lengi? Ég starfaði í Erninum allt í allt réttæfla 25 ár. Það er nefnilega ekkert annað en það, sko. Þannig að það er ekkert svo rosalega langt síðan þú hefur hamskipti á þínu eigin lífi og stígur út í verkalýðsbaráttuna og verður leiðtogi þar, sem hefur núna leitt til þess að þú ert komin inn á Alþingi. Hvað var það sem að svona triggeraði eða skóp það skref þegar þú ferði yfir í verkalýðsmálin? Við höfum ennþá ekkert rætt hugtak eins og réttlætiskennd en hérna er það eitthvað í bernskunni sem að svona beið eftir því að fá útrás eða er þetta bara eitthvað sem að svona kemur hægt og rólega hjá þér, stéttavitund berjast fyrir kjörum þeirra sem að þola að einhver sýni þeim áhuga og athygli? Sko ég held að samkenndin hefur alltaf verið til staðar og ég held að ég hef það alveg óbúrslega sterkt frá foreldrum mínum, sérstaklega mömmu. Það er þessi hjálpsemi og svona fórna sig fyrir aðra, þessi fórnfísi. Okay. Áhjá pólitík hefur akkurat verið við frostmarki hjá mér bara alla tíð. Og þú veist, á þessum tíma sem ég er í Erninum og þú veist, og þeim tíma sem ég er að spila í hljómsveitum, það er bara ef einhver er minnst á einhver stéttabaráttu eða pólitík, ég bara talaði með mjög miklu óráði. Og það sem að gerist kannski það sem umturnast svolítið í mínu lífi er veiðiferð sem ég fór í árið 2007, bara árleg veiðiferð með pappa og eiginmönnum frængna minna og við vorum öll mjög náin og maður frænkumann að vera bráðkvættur í ferðinni svipuðum aldrei og ég, ári eldri og vorum með tvö mjög ung börn og lendum í því að þeim óbúslega krefjandi aðstæðum og erfiðu að reyna endurlífgun fjarri mannabyggðum og það eru þetta lífsreynsla sem að fylgja mann alla leið og það var kannski svolítið svona allt í kringum þetta einhvern megin sem að maður er búin að reyna að ég hef oft hugsað hvað var það raunverulega sem triggeraði það að ég fór að sýna þessi einhvern áhuga, það er að segja einhver út svona fyrir þetta venjulega box sem að margir svona bara setja sig í og sem ég bara skil mjög vel vegna þess að ég held að þetta hafi verið svona eftir á að hyggja að staða fjölskyldunar eftir þetta varð þetta óbáslega erfið og þetta var mér mjög erfitt en ég virtist svona það var eitthvað áfall í kringum þetta sem að ég var ekki alveg að skilja á þeim tíma ég gat ekki grátið ég bara kúpla, ég bara eitthvað með sló út bara eins og öryggi tilfinningarlega séð það var ekki fyrir mörgum ári seinna að ég brotnaði niður en ég myndi segja að það hafi verið kannski það góða við það ég vissi að þetta væri að koma við fórum í áfallahjálp og hann heitir Rúdolf sem var með okkur sem að voru með honum Simma heitnum að hann fór bara mjög vel yfir þetta með okkur og maður gæti spurt svona spurninga sem maður hafði aldrei þurft að spyrja áður okkur geti ekki grátið, okkur geti ekki þetta okkur geti ekki hitt en svona í kringum þetta allt saman að þá einhvern veginn fannst mér í einhvern veginn þurfa að gera eitthvað og þá byrja ég einhvern veginn að skoða lífeyrissjóðuna mér fannst einhvern veginn kerfið hefði þurft að taka betur utanum frænku mína og börnin hennar og frænku mínar og heldur en kannski raungerðist og byrja svona einhvern veginn að stúdera lífeyrissjóðina og það kerfi allt saman þetta er 2007 og ég er svona ég er svona manískur á eðlisfari og ég held að þú þurfur að vera það til dæmis ef þú ætlar að læra hljóðfæri og ná einhverjum árangri og þá þarf maður að vera pínu manískur og ég hellti mér alveg í þetta síðan kemur
og ég byrja að skrifa fyrstu greinarnar sem ég aldrei skrifa greinar áður það var engin greinarskil, allt í belgubið bara og stafsendingavillur og fekk nú síðan ágætis hjálp á góðri vinkonu minni til þess að lesa yfir og svona og byrjaði fyrst að senda bara tölvupústa, það var svona nettengingin, maður safnaði upp gríðarlegu tengslanetti í kringum Outlookið, síðan kom bloggið og byrjaði aðeins að rífa kjátt þar, síðan kemur þetta bankahrun og þá var ég búinn að kynnast konu sem heitir Herdís Dröpp Baldvinsdóttir sem hafði skrifað doktorsritgerð tengslanet valda á Íslandi með áherslur á bæði lífeyrissjóðina og tengsl samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar við allt þetta beigs og svo framvegis og ég svona var ekki þetta eiginlega svona ég hef aldrei geta haldið mér lengi við að lesa eitthvað en að því ég var að hella mér í þetta þá las ég þetta upp eins og upp til agna og svona en eftir á að hyggja síðan kemur bankahrunið og það kom allar þessar tengingar og fleiri spurningar vakna og einhvern veginn fannst mér vera að gagnrýna lífeyrissjóðina í það minnsta voru þeir bara svona hálfpartinn teknir að lífi ef einhvern dyrðist að andmæla þeim og mér fannst ég vera bara eitthvað svo mikil breiðeltingur að menn tóku bara lítið mark á mér held ég til þess að byrja með þannig að þannig til að fólki kannski fór að gera það meira og svo kemur bankahrunið og ég held einhvern veginn áfram fyrsta viðtali sem ég fór í var í Silfri Egils með Eva Jolie og einhverjum svona kanónum ég hef aldrei farið í viðtal áður bara þetta var í beinni stæðst í þátturinn í kringum efnaðarsraunnið og ég eitthvað að tala lífeyris En varstu Páll rólegur þegar til kastana kom? Ég var mjög rólegur í viðtalinu að sjá en ég svaf ekki nóttinu undan og það voru bara múrsteinar í maganum og mér fannst ég vera bara með Parkinsons skjálfta En þegar reyndi þá skilaður þínu? Já, bara ég náði allavega að vera rólegur mann ég og þú veist, þetta var svona eiginlega dýfsta lögin held ég á þessum tíma að byrja Já, þetta ekkert smá stökk, þú ert alveg búin að selja með það og síðan bara einhvern veginn, þetta skilaði með sinni stjórnmaferð sem ég var þá bara í með vinnu og ég held að innkomi mín hafi verið kannski svona eftir á maður horfði alltaf tilbaka og reynir svona að skilja hlutina hafi svona verið kannski meira að finna eitthvað til þess að díla við áfall og sorg eða áfallið díla við það heldur en eitthvað annað og það vatt upp á sig Þetta merkileg saga og hér ég alþingismaður Hvað að hve miklu leyti hvað líkt og hvað ólíkt með því starfi sem þú gegnir núna þú kannski ert nú ekki orðin þrautreyndur í því en jú, við erum búin að setja Alþingi á ný þú fyrst góða kosningu sem oddviti flokksfólksins í Reykjavík norður og þið eru þarna 10 þingmenn sigurvegarar kosningana eruð í ríkisstjórn ansi stórt stökk að fyrir sumikar og náttúrulega fyrir þennan flokk hvað svona líkt og ólíkt með þér í eldlínu verkalýðsmála sem formaður VFR og því starfi sem þú gegnir núna Þetta auðvitað bæði keimlíkt og líka mjög ólíkt að vera formaður stéttarfélags, stærsta stéttarfélagsins og vera kannski eins og ég hef alltaf viljað nálgast það verkefni að setja svolítið hausinn fram og gera hlutina með svolítið krafti vera alltaf að einhvern megin taka svolítið sprettinn vera ekki í þessu of mörg ár ég setti mér alltaf það hámark að vera í 8 ár í stjórninni og vildi setja hámark líka á formasetu 8 ár og hafði barast fyrir því lengi það þetta náðast aldrei í gegn en náði að klára mín 8 ára stjórn 8 ár sem formaður það tók mér rosalega langan tíma ákveða hvort ég ætti að taka slaginn með Ingu ekki bara með Ingu heldur bara á þessum pólitíska sviði
að því að ég hef engan pólitískan rauninni bakgrunn, ég hef engin tengsl við grasrót neinna flokka annað en rauninni bara sko tengsl við borgararhreyfinguna þegar hún var, þú veist, þetta bara þetta svona bara eitthvað grasrót sem að sprettur út af einhverjum atburði sem var bankahrunið og síðan dögun stjórnmálaafli þar, þú veist, það var í kringu samfélagsbank og eitthvað svona en ekki svona þessa rótgróna pólitísku tengingu. Þú ert alltaf í jaðrinum að svona en þetta hefur aldrei svona utanfrá séð, hefur þingið aldrei heillað mig, aldrei. Og ég var svona þetta var eiginlega bara ákvörðun, þú veist, ætla ég bara hætta þú veist, í hvort sem þessi verkalýðspólitík eða landspólitíkin eða hætta. Þetta snerist í rauninni bara ekki hvort ég ætlaði að vera, ég ætlaði ekki aftur í VFR, ég var löngu búin að taka þá ákvörðun. Þannig að en það sem að gerði síðan auðvitað að til dæmis ég sko, ég er þingmaður, ég hef enga aðra reynslu heldur en að vera ríkisstjórn. Nei. Ég hef ekki reynslu að vera í stjórnaraðstöðu og ég reiknaði einhvern veginn alltaf með því að við yrðum í stjórnaraðstöðu og ég var alltaf sko vongóður að við myndum ná góðum árangri. Ég svona hafði alveg góða trú á því þó að þetta getur auðvitað sveiflast bara í aðdraganda kosninga. En starfið sem slíkt hefur komið mér á óvart og þá með jákvæðum formerkjum og það er allt annað svona allt annað andrúmsloft eins og til dæmis innan verkalýðshreyfingarinnar og á þinginu. Er meiri neikvæðinni í verkalýðsbaráttunni? Þetta er erfiðara umhverfi að vera í verkalýðshreyfingunni, mun erfiðara. Þetta er miklu meiri tókstreita. Svona, og þá er ég bara að bera saman bara mín fyrstu skrefa sem þingmaður. Ég hef þetta komið oft nýr á þing, ég hef fundað í ráðherrabústanum í kringum kjarasamninga, komið fyrir þingnefndir oftar en ég get talið eða mann eftir bara út af sem umsagnaraðili og sem slíkt verið auðvitað að lobbya fyrir hlutum sem eru til hagsmuna fyrir verkalýðshreyfinguna. En svona mín fyrstu kynni af þessum þingstörfum eru mun jákvæðari heldur en ég þorði að vona. Og þá er ég ekki bara að tala sko stjórnaraðstæð eða verið í stjórna meirihlutanum eitthvað slíkt, heldur bara svona til dæmis ef ég tek sem dæmi að mitt fyrsta verkefni var áður en að þing kom saman, það er að segja ég fór í undirbúningsnefnd fyrir rannsókn alþingiskosningana og þar kynntist ég nokkrum þeim sem eru í stjórnaraðstöðunni og þetta var bara mun svona málefnalegri vinna heldur en ég hef svona oft kynnst og komir óvart en maður skynja samt alveg spennun á milli og svoleiðis en bara úr því umhverfi sér að koma þá og verkefnin þetta er umfangsmeira starf líka heldur en ég bjóst við. Það sem við sjáum stundum náttúrulega í þingsali er ákveðin, ég vil ekki kalla það leikrit, en þetta er ákveðin stöðutaka, þú ert náttúrulega að markera þig frá einhverjum og menn geta náttúrulega tekist heiftarlega á í ræðustóli og svo færið þeir kaffi bara með þeim sem það varst að rífast við. Er það ekki svolítið þannig líka? Jú, maður hafði svo sem alveg heyrt það þannig. Það sem að kannski er og ég er svo sem alveg vissi það en þegar maður upplifir það þá er þetta miklu umfangsmeira starf heldur en ég held að fólk alveg sér gerir sig grein fyrir. Þingfundunir í sjálfu sér eru bara hluti af miklu stærra mengi. Nefndastarfið eru auðvitað hjartað í þingstörfunum og svo auðvitað er til dæmis staða ráð þegar hún er allt önnur. Ég er til dæmis ekki vanur því að sko ég bara eins og ráðherrar okkar í flokki fólksins til dæmis eru nánast sko undir stöðugu áriti og það er svolítið sem ég þekki frá fyrra starfi en þetta stöðugu áriti ég vissi ekki hvaða væri óbúslega stöðugt þetta áriti fyrir en ég hætti sem formaður VFR og það er eiginlega eitthvað með svolítið náði einhvern veginn andanum svona þú veist var ekki þessi sko svona stöðu áriti þarf ekki endilega að vera sko stöða símhringingar, það er bara þetta þú veist, þú kemst yfirleitt aldrei í gegnum eina helgi vikufrí, helgarfrí, sumafrí á þess að þurfa að díla við alls konar hluti, takast á við
misstór mál sem geta komið upp þegar þetta svona hvarf og þú kemur inn í svona stærri hóp það eru 10 þingmenn og rauninni risastór sko meiri hluta þinghópur sem allur á sömu hæðinni það einhvern meginn búið að dreifa svo mikið álæginu og síðan eru það ráðherrarnir sem taka kannski svona mesta lótið þetta svona alveg, þetta ný staða fyrir mig og mér líkar hún vel það þurfti nú að berjast fyrir því væruð öll þarna saman þingflokk Serbríki sjálfstæðismann já, en það líka sko á hæðinni kostaði blóðsvit og tár já, það bæði sem satt í gamla húsinu það sem að þingherbyggin eru og svo líka sem eru þetta í smiðju sem nýja húsið þar eru þingflokkarnir saman með skrifstofu það sem á nefndarsviðinu það sem að við eyðum mestum tíma og svo bara kynnast fullt af nýju fólki ég hef óbúslega gaman að því að kynnast nýju fólki og mér finnst þetta svona að vera bara þetta kemur verulega óvart hvað mér líkar þetta vel vegna þess að ég var mjög efins að gefa þessu sjans til að byrja með en sé ekki eftir því og líka kannski bara því að ég mun fá verkefni sem að eru mér bæði mjög að skapi og ég held að ég geti náð árangur í, það eru húsnæðismálin og síðan fjárlaganefndin sem að þetta er óbúslega mikið að setja sig inn í en mikil tilhlökkun það er líka eitthvað sem maður bara þarf stundum að gera það er að augra sjálfum sér og pröfa eitthvað nýtt Gaman að heyra þína persónulegu sögu ég veit ýmislegt því núna sem ég vissi ekki áður mér finnst líka gott að Alþingi Sigurður Gísli Pálmason félagiðinn þið í flokki fólksins þið eru báðir ómenntaðir menn Sigurður Helgi Pálmason fyrirgefðu, ég meina það, Sigurður Helgi Pálmason og þið eru þarna í sama flokki og mér finnst sko með sama hætti og mér alltaf fundist að ritstjórnir fjölmiðla eigi að vera skipaðar fólki úr öllum geirum með allan bakgrunn þá er ég í hópi þeirra sem að fagna því að það sé ákveðin fjölbreytileiki á Alþingi mér finnst gott að þarna sé svona self-made man eins og þetta er kallað, hann mætti nú kannski kalla það Renaissance menn og það búið að vera gaman að heyra þína sögu Ragnar Þór Ingólfsson, takk fyrir að deila henni það væri hins vegar mjög hallærislegt ef við myndum svona ekki rétt í blá lokin imbra á því máli sem að hefur verið svolítið í fréttum núna undanfarið, við gætum reyndar farið aðeins lengra aftur, ég geti bara spurt þig sko hvort þú upplifir það til dæmis að Morgunblaðið sé látlaust að flengja ykkur í flokki fólksins eins og formaður þinn hefur svolítið talað fyrir en þetta er nú ekki þáttur það og ég ætla ekki að fara þangað ég ætla bara svona aðeins af því að það var mikið til umræðu í gær þetta biðlaunamálið þitt er eitthvað sem þú sérð eftir í því eða kemur þetta bara fram í tilkynningunni í gær hjá þér eins og það stendur í dag? Já, ég held að ég hafi summerað þetta bara nokkuð vel upp í þessari tilkynningu og þetta ásér þetta bara aðeins lengri sögu og sögu held ég bara sem að þú þekkir örugglega bara sem hefur rannsakað spillingamál og bara spillingu á Íslandi og gefið bók þess efnis að þegar ég geri samning á sín tíma 2017 að þá lækka ég launin umtalsvert en vildi halda þessum rétti, þessum uppsagnarfresti og ég reiknaði út á sínum tíma að það tæki 2 ár fyrir félagið borgan upp það er þessi 1 kjörtímabil síðan eru þau 4 en ég hækkaði aldrei launin mín umfram það sem var bara kjarasamningarsögðum og mér afsalaði mér einhverjum hækkunum ástæðan fyrir þessu var rauninni bara fyrst og fremst svo að ég hef ekki um tíðina meðal annars Herdís Dröfn Baldvinsdóttir upplifa það mjög sterkt af fólki sem ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir og kannski það fólk sem ég lít mest upp til sem að hefur staðið upp í hárinu á þeim sem að öllu ráða og allt eiga á Íslandi að undantekningarlaust hafa þau átt mjög erfitt uppdráttar hvað varðar atvinnutækifæri og atvinnu við þeirra hæfi og svo langt hefur þetta gengið að margir af þeim sem að ég lít mest upp til svona, mín ædol í baráttunni gegn spillingu hafa þurft að sækja sér vinnu utan landsteinana og ég held að þú getur alveg staðfest þetta bara í þínu viðtölum og þínu rannsóknum
þannig að í upphafi þegar ég geri þennan samning þá var þetta markmið að eiga þennan sjóð ég sé ekki heldur þegar ég mun þurfa að leita önnum mið til þess að sjá fyrir minni fjölskyldu ég á 5 börn eins og komst inn á áðan og þetta var bara eitt af þeir skilur sem ég sett inn í samningin sem tíma sparaði félaginu rúmlega 40 milljónir en kostar 8 það rauninni það sem og þetta bara og þetta rauninni bara samningur sem algjörlega mér komið hvort að ég fái félagi til að standa við og ég tók bara það ákvörðun að þetta þá bara minn varasjóður til þess að eiga til ef að eitthvað kemur upp á og þetta ekki stór sjóður, þetta eru einhverju mánuðir en getur haft eitthvað að segja og ég veit að það bara margir sem að hafa verið undan mér í þessu starfi eða hafa verið að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna hafa líka bara það hefur sýnt sig átt erfitt uppdráttum með að fá starf og ég veit dæmi þess að menn hafa verið atvinnuleysir árum saman þannig að þetta ekki mikið í því samhengi en ákvörðun sem ég tók ákvörðun sem ég stend við og ákvörðun sem ég mun ekki breyta Einmitt. Hafðu kæra þakk fyrir samveruna Ragnar Þór Ingólfsson mjög fróðlegt að fá að vita aðeins þinn innri mann þú óþekkti þingmaður Já, eða óþekki Já, sko, það nefnilega stutt á milli það eiginlega orðaleikurinn í titlinum sko. Ég held sko að við hefum nú kynst ágætlega gegnum síðustu mánuði ýmislegt, já og ég mjög rólegur maður og eitt sem ég ætlaði samt að nefna sem ég glemdi á hann nú datt úr hvað ég ætlaði að segja okay. Ég hafði svolítið gaman að því að þú komst inn á með Sigur Helga við varum 2 ómenntaðir menn en samt var sko skemmtilegasta fyrirsögn og minn sem ég sá á okkur 2 úr þingsal var sérst að Alþingi var uppfyllt af hvítum miðaldra köllum með háskólagráður það var einhvern veginn þannig orðað og svo að mynda okkur 2 ómenntuðu mönnunum hana En Sigur Helgi hefur gert eitt sem að fáum hefur tekist að það að láta mig vera með bindi hann fór með mig í kringluna og dressaði mig upp Fyrsta bindi sem þú keyptir á ævinni með honum? Já, gott ef ekki ég hef 8 bindi en hef ekki svona man ekki eftir að hafa sett það upp kannski einu sinni tvisar einhvern tímann bara í einhverju rælni en ekki hinn típiski jakkalakki en það við getum allavega sagt Mér finnst þetta ekki þægilegsti klæðnaður sem að fundin hefur verið upp Býður eftir að komast heim og fara í sundið eða upp á fjallið eða á hjólið eða eitthvað En Sigurður Helgi, hann ber gríðarlega virðingu fyrir þessari stofnun og hann búinn að smita svolítið þessa virðingu yfir til mín sem er svona alltaf kannski meira að setja hausinn niður og séð allt út frá einhverju verkefnum Gott að spjalla við þig sem leiðis Gangi þér vel Takk Og takk fyrir samveruna, góðir áheyrendur og áhorfendur. Þetta var annar þáttur af óþekkti þingmaðurinn. Við höldum áfram í næstu viku og ef mér skjöplast ekki verður þá kynnt fyrir ykkur ung þingkona Viðreisnar, ekki missa af henni. En farið ekki langt, þátturinn heldur áfram mér eftir augnablik. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með færri en 40 starfsmenn. Í fyrsta sæti Kvikmyndasafn Íslands. Í öðru sæti Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum. Í þriðja sæti Menntaskólinn á Tröllaskaga. Og hástökkvari ársins 2024 menningar- og viðskiptaráðuneytið. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.